Já, eins og ég sagði ykkur frá núna fyrir þættinum að það ætlum við að forvitnast örlítið tónleika sem að fara fram í Hörpu núna 1. mars næstkomandi og það í rauninni ekkert langt síðan að þessir tónleikar voru ákveðnir, getum við kannski sagt. En hún Sigurdís Sóley Lýðsdóttir sem er einn aðstandendum tónleikana er á línuna hjá mér. Sæl og blessuð. Sæl vertu. Getum við ekki sagt að þetta hafi borið svona nokkuð brátt að þessi ákvörðun? Mjög það er mjög fljótt að gerast, það er bara ótrúlegt. Þetta er semst tónleika, þú veist semst að flugu í höfuð að halda tónleika til styrktar Slysavarnafélaginu Landsbjörgu. Já. Og hvenær fékkstu þessa flugu í höfuð? Cirka fyrir 3 vikum. Já, ok. Og hefur gert þetta áður eða? Nei, þetta er fyrst skiptið. Þannig að þú ert alveg að fara í djúpulauðina? Gjörsamlega. En hvernig vissur þú hvernig þú ættir að snúa þér í þessu? Hvar byrjaðir þú? Ég náttúrulega byrjaði bara að reyna að finna út hvernig ég ætti að hafa samband við tónlistafólki. Ég ætlaði svona að tjekka grunninn hvort það væri möguleiki að þeir væri tilbúin að taka þátt í svona. Já. Eða hvort ég væri bara með einhverja heimskulega hugmynd í gangi. En það var bara ótrúlega hvað allir voru jákvæðir sem hafði samband við Hörpuna. Hún var líka ótrúlega jákvæð að langa að gera eitthvað gott málefni. Já. Og þegar maður fær svona jákvæð viðhorf maður getur ekki annað en notfært sér það. En nú fyrir maður að spá í Harpan og þetta mikið bókað hús. Já. Þannig að ótrúlega að sé að gera þetta með svona skömmum fyrirvara. En svona eins og ég ætla að kynna mér upplýsingarnar að þá að Harpan er að láta salina það ekki? Jú. Og hvað tækibúna líka? Og hvaða tónlistamenn eru þetta sem að verða á tónleikunum? Við erum að tala Jón Jónsson. Já. Friðrik Dór, Raggi Bjarna, Stefán Hilmars, Haukur Heiðars, Eyþór Ingi og Jóhanna Guðrún, María Ólafs og þetta bara, já. Já, þetta er alveg mjög flottur hópur. Já. Svo er hvað? Svo er hús hljómsveit, er það hljómsveit sem að er þá í rauninni á vegum Hörpu eða hvernig er það? Nei, þeir eru ekki að vegum Hörpu. Það sem ég rettaði með hjálp Jón Jónsson. Já, ok. Þetta mér ás að stráka og væri vanir og kynnum lögin og væri góðir. Og tónlistamennir, þeir eru náttúrulega vantilega að fara að flytja sín lög. Já. Þetta er mjög skemmtileg hugmynd og náttúrulega allur ágóður að renna til Slysavarnafélagsins. Já. Hvenær hefst nú miðasalana á Herlehetti? Herðu, hún hefst 15. miðvikudaginn. Já. En við viljum líka skora á fyrirtæki að hafa samband, til dæmis við mig, með söluna, að við erum með tilbúin sérstakann fyrirtækjapakka. Þannig að hækka upphæðina sem getur ekki styrktar Landsbjörgun. Já, ok. En er búið ákveða miðaverð og slíkt á tónleikana? Er það eitthvað misjætt hvar fólk situr í salnum eða? Það gengur sama verð yfir alla. Það er sama verð yfir alla? Já. Ok. En allavega, miðasalnum fer í ganga á miðvikudaginn og inn á tix.is, hvað er það, klukkan 10 eða? Er okkur hugmynd það? Ég held það mjög líklegt. Já, það verður klukkan 10. En bara endilega verið sett með event á Facebook. Já. Sem er yfir stöndum saman og bara benda fólki að fara inn á það og þar koma líka á allar upplýsingar. Já, stöndum þétt saman. Já, fyrirgefðu. Já, ekki málið. Ég var að hugsa hvaðan kom þetta nafn? Bara það, björgunarsveitin, hvað búin að vera að gera og afreka og
ég gaf bara ekki fundið neitt annað. Nei, þetta á líka vel við. Sko. Þetta á líka mjög vel við. Já, við veltum alveg mörgum möguleikum fyrir okkur en þetta var alltaf einhvern veginn orðið sem við höfðum. Akkurat. Er hópurinn af tónlistamönnunum, er hann orðin klár eða maður búist við að bætist eitthvað við? Það gæti hugsanlega best við. Ok. Við bara fylgjum spennt með og mér finnst þetta frábært framtakjaður Sigurdís Sóley og gangir alveg rosalega vel í þessu öllu saman og við fylgjumst það sjálfsögðu vel með. Ok. Kæra þakkir. Takk fyrir. Já, alltaf fína. Já, bless. Já, þið getið kíkt inn á Facebook og þetta allt saman undir stöndum þétt saman og eins og hún sagði okkur afsakið þá eru tónleikarnir sem sagt verða 1. mars næstkomandi og miðasalan hefst á miðvikudag inn á tix.is og inn á harpa.is þannig endilega kíkja á það en það er áætlað að tónleikarnir verði í Harpu frá klukkan 19:00 frá klukkan 7 og standa til klukkan 22 og eins og hún sagði eitt miðaverð og það skiptir ekki máli í hvaða sæti í salnum er verið að kaupa miða í þannig að þetta er sama verð fyrir öll sæti.